Þá ætlum við að fara í kafla 6 spennufalli í leiðurum. Hérna, sittu nú við, hvað gerðist? Hérna. Þarna það komið. Sem sagt, það eru 4 atriði við hönnun rafrása. Við þurfum að spá í viðnám í rafleiðurum, að það sé ekki of mikið sem sagt, af að hæfilega sverra kapla sko, og heildar viðnám rásarinnar stundum, við þurfum að hugsa það. Nú við þurfum að athuga með strauminn að hann sé ekki of mikill fyrir viðkomandi sverleika af leiðurum, og svo það skipting spennunar í rásinni eða spennuföllin. Við fáum sem eðlilegastu spennu yfir viðkomandi tæki. Skoðum þetta betur. Hér erum við með sem sagt viðnám í rafleiðurum sem við höfum notað, það eðlisviðnámið. Við nefnum þetta tákn hérna hró, og þetta tákn fyrir eðlisviðnám, eins og eðlisviðnám eirs, það 0,017. Og til þess að finna viðnám í ákveðinni lengd af leiðara, þá markvöldum við eðlisviðnámið sinnum lengd leiðarsins og deilt með þverflatamálinu hans, sem í millimetrum í öðruveldi. Og þessa millimetra í öðruveldi köllum við oft kvadrat, svona í daglegu tali. En sem sagt, ef við erum með svera leiðara, þá höfum við lítið viðnám í þeim. Nú, ef við höfum stutta leiðara, þá höfum við líka lítið viðnám. En ef við höfum granna leiðara og langa, þá höfum við meira viðnám. Og líka ef að mjög langur leiðari á ferðinni, þá höfum við meira viðnám. Nú, ef við reynum að komast í samband hér, það getur vel verið að það gangi upp, en hérna, þetta svona hreyfimynd sem að ég hefði náttúrulega verið búin að opna svo að þetta taki ekki of mikinn tíma. En við sem skoða meðan þetta opnast, ómslögmálið bara, við höfum spenna yfir hlut, það verður jafnt og margfeldi straums og viðnáms og viðnámið í leiðurum, þannig að spennufall verður í leiðurum þegar við sendum straum í gegn þá. Og ef við höldum hérna áfram, þá höfum við straumrás og þá höfum við vera lokur hringrás til þess að straumur renni, og ef að notandinn í mikil fjarlægð, þá getur orðið spennufall á leiðinni. Og ef við höfum hérna straum, þá erum við að reyna að hafa sem mesta spennuna sem næst því að hún verði líka svo sama yfir álagið. Ef við erum með langar leiður að tæki eða ljósgjafa eða einhverju, að þá getur orðið spennufall yfir leiðara á báðum leiðum, sjáu þið. Nú, ég að koma upp með þessa síðu hérna. Það verðist vera í lagi með hana, hérna prófa hana samt aðeins. En hún samt ekki alveg komin í gang. Ég ætla að prófa hana samt hérna. Þannig að það verður þá, við sjáum það eru 2 mælar, og þetta gerðum við í síðustu æfingu, að við mældum spennugjafaspennuna og við mældum síðan spennuna við álagið. Þetta voru einhverjar 3 perur sem við vorum með í æfingunni. Og eftir því sem við kveiktum á fleiri perum, þá fengum við meiri straum í rásina og þar alveg meira spennufall yfir leiðslurnar sem að voru á leiðinni. Og þetta voru 200 metra langar sem sagt svona spólur, þar sem að leiðar 1,5 kvadrata leiðari var hringaður upp í einu lagi, 100 metrar sitt hvor leiðin, þannig að í heildina voru þetta 200 metrar á leiðinni hérna, og það var talsvert spennufall af því.
Ég ætla að sjá hvort ég búinn að ná þessu hérna yfir. Að við getum áttað okkur á því ef að við breytum lengdinni á leiðaranum hérna, þá verður viðnámið meira. Það sjáum við að R-ið stækkar. Ef að við aukum þverhrættamálið, þá minnkar viðnámið í leiðaranum. Sjáum við, það verður sverari. Það verður meiri straumur ef að því að skipta, getur sent meiri straumur. Ef við erum með grannan leiðara, þá verðum við mikið viðnám og þá verðum við líka mikið spennufall. Og hérna í eðlisviðnámið, ef að eðlisviðnámið er lítið, þá er líka lítið viðnám, en ef að eðlisviðnámið er dálítið stórt, eins og í viðnámsvírum, í eldavélahellum eða eitthvað slíku, þá er líka stórt viðnám. Þannig að þá á þessu hvernig að stærðirnar breytast. Nú skulum halda áfram með glærurnar. Fjögur atriði sem þetta við þessa hönnun á rafrás að viðnámi í rafhlöðurum, við erum að skoða það, og það er þá þannig að þetta viðnám hérna, þegar hefur áhrif á að við fáum hérna 0,6 V spennufall á leiðinni. Þannig í heildina myndum við fá 1,2 V spennufall á leiðinni, þannig að spennan yfir álagi hérna myndi vera 1,2 V lægri heldur en spenna ekki að spenna. Nú, ef við flytjum spennumælinn hingað, þá sjáum við það líka að sama spennufall hérna, það er eðlilegt vegna þess að þetta er sama viðnám. Þannig að í heildina þá dettur spennan hérna niður í 224,8 V yfir álagið. Og úr þá 220 og eitthvað voltum, úr 226 voltum niður í sem sagt 224,8 volt. Það hefur þessi áhrif. Við fáum ekki spenningja og spennu sem sagt beint yfir álagið vegna þessa taps á leiðinni. Nú, þannig að við sjáum að þetta hefur þessar afleiðingar. En netspennan verður summa spennufallaninn í rásinni, þannig að við leggjum saman öll spennufallin í báðum leiðum og yfir álagið. Þá fáum við heildarspennuna. Leggjum þetta allt saman, þá fáum við 226 V. Þannig að í rauninni það getum við litið líka á þetta sem 3 raðtengt viðnám, ekki satt, í rauninni. En það er sjálfsögur ekkert endilega að pæla í því. Þannig að skipting spennunar í rásinni, spennuföllin, er þá með þessum hætti. Að við erum með heildarspennuna hérna, 226 V, og síðan leggja saman öll spennuföllin og sem að gera þá jafnt og heildarspennan hérna. Engar spurningar varðandi þetta, strákar? Þetta er allt skýrt? Já. Ein spurning? Já. Þannig að með fyrsta dæmið. Já. Eða hvað, er ég ekki að taka þetta upp? Jú, ég er að taka þetta upp. Með fyrsta dæmið. Já. Reiknaði með 20 gráði hita. Já. Þá erum við að tala um að nota rétta töflu. Já, ég veit. Já, og þá erum við með eðlisviðina með 0,017. Já. Það er umhverfishittastigið, það er þá við það hitastig sem að taflan er miðuð við og viðnámið í leiðaranum er miðað við. Færðu ekki rétt út úr þessu? Ég gerir 0 R í átt og 0,017 sinnum 50, 1 með 0,75, jafnveg og 1,13 á. Það á að vera 2, Getur verið að þetta sé eitthvað fram og tilbaka dæmi eða eitthvað svoleiðis sinnum 2 á lengdina? Nú þetta er bara allt eins og við höfum verið með. Við erum bara þarna að sína, við erum að leggja saman viðnámið í leiðurunum og sinnum 2. Já, það ekki?
af því að það fram og tilbaka. Og við sjáum það hérna 2 sinnum viðnámið í hvorum leiðaranum fyrir sig pluss viðnámið í perunni gefur okkur heildar viðnám rásarinnar og þá getum við líka að reikna það út og þetta hérna vitlaus eining í glærunni. Þetta á ekki að vera volt heldur ohm. Ok, 513,6 ohm á að standa hér. Ok, 4 atriði við hönnun rafrásar. Við erum komin að skoða viðnám í rafleiðunum, heildaviðnám rásarinnar og varðið strauminn. Hann svo sami í gegnum alla rásina vegna þess að þetta bara einn notandi í rásinni. Straumurinn allstað 0,44 ampere eða 0,44 ampere. Nú, svo kýlum við til söguna hérna ákveðna reglu. Að samkvæmt reglugerðum rafkerfi í skipum þá má spennufall í leiðurum ekki vera yfir 6% af kerfisspennu. Þetta svona almenn regla. Spennufall í leiðurunum 0,6 volt sem sagt 1,2 volt og þá kerfisspennan 226 volt að þá þetta innan markana, þetta sem sagt 0,53% og það er langt frá því að vera 6%. Þannig að þetta sleppur. Ok, þannig að þið getur þurft að tjekka á því, þið voruð að reikna í mælingunni hversu mörg prósent spennufalli var þegar það var kveikt á öllum perunum. Þið munið eftir því. Já. Ok. Þetta í lagi, það kemur broskallið. Jæja, ok. Ég vissi ekki af honum. Hver setti hann inn? Jæja, ok. Þá það næsti kafli, 7. kafli. Þá vorum við sem sagt val á rafleiðum. En við þurfum að fullnægja eftirfarandi skilyrðum að leiðararnir þeir mega ekki hitna það mikið að einangrunum skemmist. Það fyrsta atriði. Í öðru lagi þá má spennufall í leiðurum verða að vera innan ákveðna takmarka. Og svo þurfum megum við ekki bruðla með efnið. Og sem sagt efnisnotkunin, hvort sem það eir eða ál, þá þurfum við að halda því í lágmarki. Þannig að þarna eru þversagnir í markmiðunum að 1 og 2 kallar á mikið þverflatamál en 3. atriði það kallar á lítið þverflatamál. Þannig að við þurfum að passa upp á þetta, halda þessu í ákveðnu jafnvægi. Það bara við hugsum þetta þegar við erum að bæði að leggja eitthvað auka lagnir í skipum og svo framvegis sem þið alltaf að gera hverjum einasta degi, bæta við raflögnum og svo þess, en kannski verið ekki með allt og svera leiðara þar sem það þarf ekki mikla straumnotkun og svo framvegis. Og svo passa að vera með nógu svera leiðara þar sem að þið eru kannski með eitthvað straumfrek tæki að þið passið að það sé nægilega sver leiðari, þannig að spennufallið verði ekki of mikið. Nú, hámark stöðugt straumálag miðað við 25 gráðu hittastig, samkvæmt reglugerð fyrir rafkerfi á landi hérna. Og þetta vorum við að skoða í verkefninu hjá okkur. Þannig við megum vera til dæmis með 1,5 kvarat leiðara í sem sagt þetta ídráttar vír í pípu. Það flokkur 1. Þetta inni í veggjum og lofti. Núna algengast að vera með plasteinangraðar pípur, þess að rör, og þá megum við vera með 16 ampera stöðugan straum í því á þeirri leiðslu. Hins vegar, ef við erum með kapal að flokki 2, þetta svona þið kannist þess að gráu kapla sem að það hafa þá meiri kælingu, meiri möguleika á að kæla sig.
þess vegna má fara aðeins hærra upp með straumin. Það má fara með það upp í 20 ampere. En hins vegar, í flokki 3, ef að við erum með bara alveg bera leiðslur sem að hafa alveg sjónóga kælingu af lofti í kringum sig, þá má fara upp með það í 25 ampere í sambandi eir. Ok, þannig að við sjáum það að þetta er mismunandi flokkar. Það er að flokkur 1 er einleiðis taugar í pípum, ídráttarvír kallaður oft. Flokkur 2 eru kaplar, svona plastkaplar sem við kannast við, NIM oft merktir, plasteinangraðir kaplar. Og í flokkur 3, það er einleiðis leiðslur, það er bara einn leiðari og bara sjón á af lofti í kring til að kæla. Ok, jájá, 3 flokkar leiðsla, nú hérna kemur þetta fram. Fyrsti flokkur, ein eða fleiri einleiðistaugar í pípu til þess plasteinangraðir ídráttarvír. Annar flokkur, fjölleiða leiðslur til þess plaststrengir, blýstrengir og lausataugar. Þriðji flokkur, einleiðara leiðslur lagðar utan á þannig að bil á milli þeirra sé að minnstakostið jafnt þvermálið þeirra. Ok, þarna hafið þið flokkana. Beint í æð. Nú, rafleiðari skipum. Það eru meiri kröfur gerðar til rafleiðari skipum heldur en í landi. Þið þekkið þetta, það er meira slitálag vegna titrings, seltu, olíu og sýru og svo framvegis. Það er mikill mismunur á umhverfisstigi og við höfum leiðara í 60 gráðu flokki, 80 gráðu flokki og 95 gráðu flokki, og það má ekki til dæmis nota leiðara af 60 gráðu flokki í vélarrúmi skipa. Þar þarf að fara hærra upp með hitastigs kröfurnar, 80 gráður eða 95 gráður flokk. Ok, nú, meira rafleiðari skipum. Leiðarar skulu vera margþættir. Þó má nota einþætta leiða á þurrum stöðum upp að 2,5 kvadratum, eða 2,5 mm öðruveldi. Það er þverflatamáli á þeim. Áleiðarar eru ekki leyfðir í skipum. Það er vegna tæringara. Nota skal leiðara sem eru viðurkenndir af flokkunarfélögum, sem sagt siglingamála stofnun. Hvað heitir þetta í dag? Þið þekkið það. Samgöngustofa, er það ekki? Já, þetta heitir samgöngustofa. Ok? Nú, leiðarar eru skipum. Hérna sjáum við 60 gráðu flokk. Og þetta eru sem sagt einangrun er gúmmí eða PVC eins og ég myndist á áðan. Og hérna sjáum við sem sagt það minnkar leyfilegu straumur eftir því sem að leiðirinn hefur fleiri leiðara, eftir sem kapallinn hefur fleiri leiðara. Þá sem sagt það hitar við hvort annan. Og þess vegna verður að fara niður með straum, leyfilegan straum. Nú, svo hefur við sem sagt hérna, þið sjáið sko að hérna er 1 leiðir, 2 leiðarar og 3 leiðarar. Og þessi hérna 3 leiðara, hann má til dæmis ekki flytja nema, ef það væri 1,5 kvadrat, hann má flytja bara 8 ampere. Eða 3 saman, 3 og 4 leiðarar saman. Og þetta er 60 gráðu flokkurinn og svo eru aðrar tölur 80 gráðu flokki. Ok, þarna það eru dæmi sem að þið æfið ykkur á þessu. Við tökum hérna dæmi rafleiðara sem að er skulum sjá, ætli sé ekki. Það er þverflatamál fyrir 37 ampera straumálag. Það er talað 5 kvadrat. Ég efast að þetta sé hérna í
sem sagt í staðlaðri stærð, þannig að við verðum að velja næstu stöðluðu stærð fyrir ofan, skiljið, sem 6 mm í öðru veldi. Ef við erum með 37 ampera straumálag, hoppum við aftur hérna og þá færum við þessa töflu hérna, þið eigið þessa töflu, þessa mynd í bókinni ykkar. Þessa töflu til að lesa út hversu mikinn sverleika þurfum að velja fyrir ákveðin straumálag. Og ef við skoðum hérna 37 ampera straumálag, þetta stöðugt straumþol í hitaflokki 80 gráður Celsius við 45 gráðu umhverfishita. Og þá tökum við hérna 37 amperinn og skoðum hvar sker þetta línuna, sko. Og ef við erum með 2 leiðara, ef þetta spurningum að hafa þetta 2 leiðara kapal, þá þurfum við að velja, og þá lesum við hérna niður til að athuga hvað þetta þá lágmarkið í millimetrum í öðru veldi, þverflatamál leiðarans. Þá sjáum við það lendum hérna niður á rúmlega 5 millimetrum í öðru veldi. Nú ef þetta væri sko 3 leiðara, að þá myndum við fara hérna niður og sjá að þetta myndi lenda það bil hér, og þetta sko sjá, þetta 5, 6, 7, 8, 9 og 10 kvart, sko. Þannig að það verður svona alveg á mörkunum við gætum valið, ef þetta væri 3 leiðara álag, eða sem sagt 3 fassa mótor til dæmis sem tæki 37 ampere, það væri svona alveg á mörkunum við gætum tekið hérna 6 kvart leiðara. Við yrðum til öryggis sennilega að fara upp í 10 kvart til þess að vera alveg öryggir. Já, það er engin standardstærð hérna milli 6 kvart og 10 kvart. Það er nú málið. Ok, þannig að við myndum velja þá næstu stöðluðu stærð fyrir ofan í þessu tilfelli, ef við verðum með 2 leiðara.